Forráðamót ungra ökumanna verkefni sem við settum á stað árið 2004 og tilkoma var að á þessum tíma var mikið ungu fólki að látast og slasast alvarlega í umferðinni og þar á meðal hérna á svæðinu. Þannig að samfélagið var svona svolítið í sjokki og að menn vildu bara fá að eitthvað yrði gert. Og við hérna hófum saman í fund, löggan, slökkviliðið, Reykjanesbær, Fjölbrautaskólinn og tryggingafélögin og hvað getur gert og við settum þetta á stað og köllum þetta Forráðamót ungra ökumanna sem er fyrir krakka á aldrinum 16 til 17 ára sem að fara að hefja ökunám eða fara að fá bílpróf. Þannig að tilgangur að höfða til þeirra varðandi ábyrgð í umferðinni þegar þau eru komin út í umferðina. Hvað ertu að segja við það? Við erum að fjalla eins og þessi slys sem ég nefndi aðeins áðan, þá þetta oftast ölvunarakstur, hraði, bílbeltanotkun ekki til staðar og þannig að fólk að slasast mikið og kastast út. Og síðan núna svona áherslan svolítið mikið í dag notkun snjalltækja undir stýri sem orðið stórhættulegt en allt of mikið af því miður. Og sem sagt þið farið yfir þessi mál varðandi þessa þætti sem eru því miður of algengir og ræðið í rauninni alvarleika málsins? Já, við förum yfir tölur og staðreyndir og förum yfir það með þeim hvað þetta þýðir og hvað þetta geti kostað okkur og við erum náttúrulega öll að reyna að leggjast á eitt að fækka slysum og ef við hvert og eitt sýnum ábyrgð í umferðinni og þá ættum við að geta það með einhverjum hætti, draga úr því allavega. Og þetta ekki bara hérna á Suðurnesjum, þið hefur eitthvað verið að útvíkka þetta eða svona kollegar ykkar úti á landi hafa verið áhugasamir að koma, fara sjálfir í verkefni? Sínu svæði? Já, ég á nokkra kollega náttúrulega landið og ég kynnti þetta verkefni okkar á kynningu og námskeið upp í lögregluskóla og þar voru lögreglumenn utan landi og við höfum heyrt af því að bæði lögregla og slökkvilið út á landi hafi sýnt þessu áhuga og finnst þetta mjög flott verkefni, gott forvarnargildi. Ég búinn að innleiða það á Ísafirði með þetta og þeir eru farnir á stað með fræðslunni í skólan eins og en þeir hyggjast á að setja þetta í þetta form sem við erum með þetta hérna suður frá. Og síðan vorum við með í dag 12 aðila frá lögreglunni, slökkviliðinu, sjúkraflutningamenn, frá framhaldsskólunum á Suðurlandi, frá sveitarfélaginu sem komu og voru að kynna sér og sjá hvað við erum að gera hérna fyrir sunnan og þau hyggjast setja þetta á stað hjá sér í þessu formi sem við erum að gera. Svo hefur við verið með sérstakann, gest með þér í þessu verkefni, eða ekki? Sem ung kona sem lenti í alvarlegu slysi. Já, ég hef verið svo heppinn að fá unga stúlku sem lenti í mjög alvarlegu bílslysi 2010, 17 ára gömul þá og hún missti tvær bestu vingur sínar í því slysi en hún lifði en slasaðist mjög mikið. Ég hef verið ánægður að fá hana með þetta inn í verkefnið og hún segir það sjálf að það hjálpi henni líka svolítið mikið í þessu, hún ennþá að vinna úr því og að hún geti komið góðum skilaboðum til unga fólksins sem að fara út í umferðina með þessum þáttum sem við erum að tala með beltanotkun, ekki að setjast upp í bíl eða vita að ökumann hefur drukkið áfengi og þess háttar. Þannig að það bara alveg magnað. Og síðan hef ég fengið fulltrúa frá Samgöngustofu sem búinn að vera með okkur núna líka 4-5 síðustu ár. Mér fannst þetta bara mjög fróðlegt og gott að vita og maður ætti ekki að vera að gera eitthvað af sér eins og vera í símanum eða þannig eða drekka. En ekki þetta að krakkarnir séu með síma og ekki bara ungmenni heldur líka fullorðnir þetta mjög alvarlegt þegar maður að keyra? Já, þetta mjög alvarlegt. Þetta getur skaðað mörg líf. Hvernig fannst þér að sjá þetta hérna þegar þið verið vitni hérna og eitt ungmenni deyr og annað? Þetta getur verið mjög alvarlegt.
Já, þetta mjög sorglegt og mjög skaðlegt fyrir fjölskyldu og vinum og allt það. En fannst þér þetta gott? Já, þetta mjög gott að sjá þetta. Adam, hvað segir þú þetta? Þetta var mjög gaman, skilur. Aðeins betra en að vera bara, skilur, í tíma allan dag, sitja á stólum, en aðeins betra að gera, skilur. Ég hef sjálf lent í bílslysi 2007, lentum í bílveltu, öll fjölskyldan, ég, pabbi, Aron og mamma. En lifum öll af, öll góð eftir það. En þetta fínt, sko, eins og ég hef þetta útskýrað fyrir félagið mínum hérna hvernig þetta Ég hef séð þetta skilur, af því ég bý í hverfinu. Þannig að ég hef alveg séð þetta gerast að þér. Ég veit alveg hvernig slökkviliðið virkar og hvernig þetta virkar. Ég hef svona, áhuga á þessu, stefnumstæki að þessu. En þetta áhugavert, sérstaklega svona fólk sem undir stýri við síma. Það ekkert voðalega sniðugt af fólki og eins og þetta segir, enda svona í versta falli, dauðsfalli. Og vill helst ekki lenda í því. Hvað haldið þið að það sé svona viðhorf almennt hjá ungu fólki eins og ykkur gagnvart þessu? Hvernig haldið þið að viðhorfið sé? Þeim alveg sama þetta eða taka þau þessu alvarlega? Sko, það nú þannig að þessum aldrei eins og bara útséra fyrir í skóla. Unglingar eru svona að þetta gerist ekkert við mig, skilur. En eins og til dæmis með mig, þá pæli ég mjög mikið í þessu. Ég ekkert að fara að vera í síma undir stýri, skilur, þegar ég fæ bílprófið. Þannig að, allavega fyrir mig þá hugsa ég svona, ok, þetta getur gerst við mig, ég vill ekki að þetta gerist við mig. Þannig að ég ætla ekki að vera í símanum og stofna sjálfum mér í hættu. Ég er alveg sannfærður að þetta er að virka vel og hefur mikið áhrif. Þau sjá þá bara svona, við reynum að hafa þetta svona eins nálægt raunveruleikanum við getum. Þannig að þau fáum svona sem mest út úr þessu og höfðast til þeirra.